Nú ætlum við að skoða almenn brot. Almenn brot er fyrirbæri sem við notum til þess að lýsa þegar við erum með tölur sem eru minni en 1 eða erum með tölur sem eru ekki heilar. Það er ágætt að hugsa þetta út frá skiptingu á einhverju sem við þekkjum, eins og til dæmis pitsu. Hér er ég búinn að skipta pitsun í 2 part og ef ég ét hérna annan partinn, þá er ég búinn að éta 1 part af 2. Svona lítur almenna brotið 1 annar út eða hálfur. Þessi hérna tölustafur sem er upp á strikinu er kallaður teljari og talan sem er undir strikinu er kalluð nefnari. Við getum kíkt á fleiri dæmi. Ef ég skipti pitsunni í 4 parta og við skulum ímynda okkur að þetta séu jafnstórir partar, þá séu það nú kannski ekki alveg hjá mér. Þá er ég aftur að borða 1 part af 4 í þetta skiptið. Nú, ef ég skipti aftur í 4 parta en nú er ég svangur og ég ætla að éta 3. Þá skráum við það sem 3/4. Svona lítur þetta út. Þá viljum við lengja brot. Við lengjum brot, við ætlum að með 2 og við skulum lengja brotin 1/3, 2/5 og 6/7. Við ætlum að lengja öll þessi brot með 2. Þá margfalda ég með 2 bæði upp og niðri. Ég verð að margfalda bæði upp og niðri því að annars breyti ég brotinu. Þegar ég margfalda með 2 upp og niðri þá er ég ekki að breyta hvaða brot ég er með. Ég er bara að breyta hvað ég er skipt í marga parta. Þannig að 1 sinni 2 eru 2, 3 2 eru 6, 2/7 er sama brotið og 1/3. Það er jafn stórt, en það lítur bara öðruvísi út. Sinnum 2 sinnum 2, 4 10, sinnum 2 sinnum 2, 12 14. Ég get líka stytta með 3, 6, 12 og 12 18. Þegar ég ætla að stytta með einhverju tölu þá margfalda ég ekki eins og ég geri þegar ég lengdi, heldur nú deili ég með 3 og fæ ég 2/4. Ég get haldið áfram og stytt hérna aftur með 2, deilt með 3, deilt með 3 og ég myndi fullstytta, halda áfram ef ég ætti að fullstytta en við erum ekki að gera það hér. 12 deilt með 3 eru 4/7. Ég get líka haldið áfram og stytta þetta enn meira. En við ætlum ekki að gera það akkurat núna. Þegar við leggjum saman almenn brot þá skiptir máli hvort að nefnararnir séu eins eða ekki. Og í þessu tilfelli þá eru nefnararnir eins. Tölurnar undir striki, þessi hér og þessi hér, þær eru eins. Og þess vegna þarf ég ekki að gera neitt. Ég má að leggja þetta bara saman. Og af því að ég er með 4 parta þá fæ ég svarið í 4 partum líka. 1/4 partur pluss 2/4 partar. Við getum teiknað bara mynda af pitsun aftur. Ef ég er með 1 part og svo 2 þá enda ég með 1, 2, 3. 1 pluss 2 eru 3, 3/4. Ef ég hins vegar er með brot sem eru ekki samnefnd eins og hér, þá þarf ég að gera eitthvað og hér þarf ég að lengja brotin þannig ég fái sömu tölu og þá þarf ég að leita mér að tölu sem báðar ganga upp í. Ég gera með því að skoða 4 töfluna, sem sagt ég margfalda töluna, stærri töluna. 4, næsta tala er 8, 12, 16. Gengur 3 upp einhver af þessum tölum? Já, hann gengur upp í 12. Þá ætla ég að margfalda þetta upp í 12. Sinnum 4 og þið munið ég verða að margfalda bæði upp og niður. Og til þess að þetta verði 12, þá margfalda ég með 3. Út úr þessu kemur 4
12 pluss 3 12, því að einu sinni 4 eru sem sagt út úr þessari margföldun kemur 4, út úr þessari margföldun kemur 3, út úr þessu fæ ég 7 12 parta. Þegar ég dreg frá 3 fjórðu mínus 1 fjórði, aftur er ég bara með fjórðu parta, 3 mínus 1 eru 2 fjórðu. Ef ég hins vegar er með 2 þriðju mínus hálfur, aftur þarf ég að gera samnefnt. Ég skoða þrisvörutöfluna 3, 6, 9, 2 gengur upp í 6, þá margfalda ég upp í 6, þá þurfa ég að margfalda með 2 hérna, 3 hérna, þá fæ ég 4 sjöttu mínus, passa hvað merki ég með 3 sjöttu, 1 sjötti vegna þess að 4 mínus 3 er 1. Nefnarinn, talan sem er hérna undir, hún er ekkert að breytast. Þið séu að hún er alltaf eins í bæði pluss og mínus, samlagningu og deilingu. Nei, samlagningu og... Í margföldun gilda örlítið aðra reglur. Við skulum prófa til dæmis bara hálfur sinnum með 3. Hér gildir bara einfaldlega sú regla að ég margfalda tölurnar upp á striki og tölurnar undir striki. Ég margfalda teljarana sér og nefnarana sér. Einu sinni 1 er 1, 2 og 3 eru 6. Þetta er svarið. Ef ég margfalda til dæmis 3 svar 3 segi ég 5 sinnum 2 7, 3 sinnum 2 5 sinnum 7. Og ég ræði sjálfu sér hvort ég skrifa þetta milliskref hér eða ekki. Ég mæli þó frekar með því að ég gera það til að byrja með. 6 3050. Ef ég er að margfalda með heillitölu og broti, til dæmis hálfu sinnum 3, þá þurfið þið að vita að þið geti breytt þessu í 3 fyrstu. Og þá er þetta auðvelt, er það ekki. Einu sinni 3, 2 sinnum 1, 3 aðrir. Þá erum við komin í síðustu tegunduna af dæmunum sem eru deiling. Hálfur deilt með 1/4. Í deilingu þá tek ég aftara brotið og ég sníði á haus. Þannig að hálfur sinnum 4 fyrstu. Sjáðu, ég færði 4 upp á strikið og 1 niður. Ég snýri þessu broti við. En við það að snúa því við, þá breytist deilingin í sinnum og þá er þetta einu sinni 4 eru 4, 2 svo 1 eru 2, 2 fjórðu. Sem eru í raun og veru 2 heilir því að 4 deilt með 2 eru 2. Skulum skoða annað dæmi. 3 fjórðu deilt með 2 þriðju. 3 fjórðu sinnum 3 aðrir gefur mér 9 áttundu. Sný aftara brotinu við. Sama og áðan ef ég er að deila með heillitölu, þá get ég gert svona. Bara deilt með 1 og þá er ég komið brot sem er auðveldar að snúa við. 4 sinnum 1 aðrir en gefur mér 1 áttunda. En þá er þessu lokið.